frá Bifrastar ljósalit rófi, draumar þeir verða til. Yfir regnbogabrúnni og langt út í geim, hún leiðir þig áfram veginn og aftur tilbaka heim. Einn daginn mun ég óska mér og vakna við að vindinn hefur lagt. Því hamingjan vegabréf, hver sólar upprás minnir á að allt hægt. Yfir regnbogabrúnni fljúga þeir, fuglar sem þora að dreyma og fagna svo síðar meir. Óska mér og vakna við að vindinn hefur lagt. Því hamingjan vegabréf, hver sólar upprás minnir á að allt hægt. Yfir regnbogabrúnni fljúga þeir, fuglar sem þora að dreyma og fagna svo síðar meir. Fuglar sem þora að dreyma og fagna svo síðar meir. Góðir hátíðargestir, gleðilega hátíð. Ég heiti Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir og er framkvæmdastýra kennslu og þjónustu og ég ætla að stýra þessari athöfn hér í dag. En það var hún Soffía Björg Óðinsdóttir sem hóf dagskrána hjá okkur og söng lagið Yfir regnbogabrúnni. Lagið er upphaflega samið af Harald Arlín og heitir á frummálinu Somewhere Over the Rainbow. Textan samdi hún sjálf eftir samtal þar sem við leituðum að texta sem hefði skírskotun í regnboga og Bifröst. En Bifröst er einmitt regnboginn sem gegnir hlutverki brúar og tengingar á milli goðheima og miðgarðs í norrænni goðafræði. Á sama hátt á Háskólann á Bifröst tengir nemendur og starfsfólk við samfélagi nær og fjær. En við byrjum í dag á að veita hvatningaverðlaun fyrir framúrskarandi árangur til nemenda sem eru í námi við háskólann. Þessir nemendur voru í fullu námi á haustönn 2024 og voru með hæðstu meðalengun í sinni deild.
Þau fá bókina Perlur í náttúru Íslands eftir Guðmund Pál Ólafsson sem forlagið bókaútgáfa gefur. Ég vil biðja Margréti Jónsdóttur Njarðvík, rektor, að koma hér upp á svið og veita nemendunum verðlaun. Verðlaunahafana vil ég svo biðja að fara ekki af sviðinu fyrir við erum búin að afhenda verðlaunin og fáum mynd af ykkur saman. En fyrst það félagsvísindadeild. En það Harpa Louise Guðjónsdóttir, nemandi í skapandi greinum, sem sýndi framúrskarandi árangur á haustönn 2024 í deildinni og biðja hann að koma hér upp. Gjörðu svo vel. Þá það lagadeild, en það var Samúel Óskar Júlíusson Adjæ sem sýndi framúrskarandi námsárangur í viðskiptalögfræði á haustönn 2024 og biðja hann að koma hér upp. Gjörðu svo vel. Að lokum það viðskiptadeildin, en það Daniela Katarzyna Spikowska, nemandi í viðskiptafræði sem sýndi framúrskarandi námsárangur á haustönn 2024 og biðja hana að koma hingað upp. Ég þarf að grípa hér frammi á þessari hátíðlegu stundu og segja ykkur það að Daniela hlýtur þessi verðlaun nú í 3. sinn. Innilega til hamingju með glæsilegan árangur. Áður en við hefjum útskrift, þá hlýðum við að nýju á Sofíu Björgu sem ætlar að taka lagið Traustur vinur. Lagið óformlegt skólalag Háskólans á Bifröst, en hljómsveitin Upplyfting var nemendahljómsveit Samvinnuháskólans á Bifröst árunum 1979 til 1980. Lagið var samið af Jóhanni G. Jóhannsinni sem einnig fyrrum nemandi Samvinnuháskólans á Bifröst og kom lagið út á plötu þeirra Kveðjustund 29. júní 1980 sem vísar til útskriftardags hljómsveitameðlima. Gjörið svo vel. All right, let's go. Enginn veit fyrr en reynir á hvort vini áttu þá fyrir heim gleymast á furðu fljótt þegar fellur á niðri nótt. Já, sagt að þegar á könnunni ölið fljótt á vinurinn fer, því segir það ef þú átt vin í raun. Fyrir þína hönd Guði sé laun, því stundum verður mönnum á styrka hönd þeir þurfa þá þegar lífið allt í einu sýnist einskis vert. Gott að geta talað við einhvern sem skilur þig
Traustur vinur getur gert kraftaverk. Mér varða og þungan dóm ég hlaut. Ég viltist af réttri braut, því segi ég það, ef þú áttu vin í raun. Fyrir þína hönd Guði sé laun, því stundum verður mönnum á styrka hönd þeir þurfa þá. Þegar lífið allt í einu sýnist einskis verst, gott er að geta talað við einhvern sem að skilur þig. Traustur vinur getur gert kraftaverk. Til hamingju með daginn. Við þakkum Sofíu Björgu sem er hérna úr sveitinni, kærlega fyrir þennan glæsilega flutning. En í dag munum við útskrifa 88 nemendur úr félagsvísindadeild, lagadeild og viðskiptadeild. Við vonum að þið, kæru hátíðargestir, munið njóta athafnarinnar með okkur. Fyrst verður útskrifað úr grunnnámi og við byrjum á félagsvísindadeild. Ég býð Ólínu Kjerúlf Þorvarðardóttur að koma og útskrifa ásamt rektor og við biðjum nemendur að útskriftulokinni að raða sér aftur upp hérna með veggnum og koma svo aftur upp í myndatöku þegar að útskrift er lokið. Gjörið svo vel. Já, kæru útskriftanemar og gestir, aðstandendur og velunnarar, hátíðargestir. Mig langar að segja örfá orð til ykkar útskriftarnema, allan hópinn, bæði grunnnema og meistaranema og óska ykkur innilega til hamingju með áfangan sem þið hafið náð hér í dag. Og mig langar í leiðinni líka að fá að deila með ykkur svolítilli hugleiðingu það hvað í þessum áfanga felst. Við lifum hraðfara og síbreytilega tíma og tíma sem að sýna okkur fram á, og það er mikilvægara en nokkru sinni fyrr, að halda fast í grunngildi og mennsku. Og í því sambandi dettur mér í hug að á menntadögum atvinnulífsins sem voru haldnir núna fyrr í vikunni, þá var mikið rætt gervigreindina, hagnýtingu hennar og hlutverk og tækifærin og hætturnar sem að hún skapar. Þetta er umræða sem að bergmálar núna víða í samfélögum hér og þar heiminn á þessa dagana. Er þetta bylting til góðs? Munum við missa tökin á tækninni? Mun hún vaxa okkur yfir höfuð og taka völdin? Svarið við þeirri spurningu er aðeins eitt. Það fer allt eftir því hvernig við notum hana. Gagn og gildi verkfærisins ræðst af hugarfarinu sem stýrir höndinni sem heldur á verkfærinu. Og sama á við öll áhöld sem okkur eru færð í hendur. Þar á meðal er þekkingin. Þekking er verkfæri og hún getur því aðeins orðið að menntun að henni sé beitt til góðs, til framfara og farsældar. Inntak menntunar er að mannast, efla mennsku eins og orðið gefur til kynna og þekkingin ein og sér er aldrei nóg. Og því sannast æ ofan í æ, í gegnum endurtekin stríð og hörmungar mannkynsins, það sem segir í góðri bók, þeirri sem í meira en 2000 ár hefur lagt grunninn að heimsmynd okkar og siðmenningu.
Þótt ég talaði tungum manna og engla, en hefði ekki kærleika, væri ég hljómandi málmur eða hvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking, og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, þá væri ég ekki neitt. Og ég vona innilega að sá lærdómur og svo þekking sem að þið hafið aflað ykkur hér við Háskólann á Bifröst hafi orðið ykkur að raunverulegri menntun í þessari merkingu, ykkur sjálfum og samfélaginu til gagns og heilla. Og að svo mæltu þá ætla ég nú að útskrifa frá félagsvísindadeild 24 nemendur, 18 úr grunnnámi og seinna á eftir 6 úr meistaranámi. Og við byrjum á grunnnáminu. Fyrst það Ásdís Inga Haraldsdóttir sem að útskrifast með BA-gráðu í miðlun og almannatengslum og hún hlýtur sem viðurkenningu fyrir framúrskarandi námsárangur Lenovo spjaldtölvu sem á að geta komið sér vel í náminu frá mig. Innilega til hamingju. Gjörðu svo vel. Áður en ég útskrifa fleiri, já. Það þarf að hafa stjórn á okkur. Já. Takk. Þá það Björn Ingi Jónsson með BA-gráðu í opinberri stjórnsýslu. Gjörðu svo vel og innilega til hamingju. Elín Pálsdóttir útskrifast með BA-gráðu í skapandi greinum. Gjörðu svo vel, innilega til hamingju. Emilíana Valdimarsdóttir útskrifast með BA-gráðu í skapandi greinum. Gjörðu svo vel. Ester Magnúsdóttir, BA í skapandi greinum. Gjörðu svo vel, innilega til hamingju. Guðbergur Kristjánsson, BA í heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði. Gjörðu svo vel, innilega til hamingju. Guðný Gía Skjaldardóttir, BA í skapandi greinum. Innilega til hamingju. Guðríður Matt Þorbjörnsdóttir, BA í opinberri stjórnsýslu. Hún líklega ekki með okkur í dag, en við óskum henni til hamingju. Helga Sigríður Hjálmarsdóttir, BA í opinberri stjórnsýslu. Svo vel innilega til hamingju. Þá það Hrund Bering Valsdóttir, BA í miðlun og almannatengslum. Það svo vel og innilega til hamingju. Jóhanna Karen Pálsdóttir, BA í skapandi greinum. Innilega til hamingju.
Linda Laufdal, BA í skapandi greinum. Innilega til hamingju. Ragna Katrín Björgvinsdóttir, BA í miðlun og almannatengslum. Sigrún Guðmundsdóttir, BA í skapandi greinum. Gjörðu svo vel, innilega til hamingju. Þá það Stefanía F. Björgvinsdóttir með BA í miðlun og almannatengslum. Hún fjarverandi en við sendum henni okkar innilegustu hamingjuóskir. Tanja Andersen Valdimarsdóttir, BA í opinberri stjórnsýslu. Innilega til hamingju. Þorgeir Logason að útskrifast í dag með BA í miðlun og almannatengslum. Hann fjarverandi en við hugsum hamingjuóskir til hans. Og þá það Ægir Þór Steinarsson, BA í miðlun og almannatengslum. Gjörðu svo vel og innilega til hamingju. Það ekki myndataka? Ekki betra að karlmennirnir séu uppi? Þeir svo hávaxnir. Konurnar koma niður. Eða þar. Ykkur líka koma hérna bara í fyrsta orð? Já. Já. Þú verður bara hérna uppi. Ha, á ég að vera uppi? Eða, já. Já. Eða hér? Já, hérna. Já. Þá komið að ávarpi fyrir hönd félagsvísindadeildar en það flytur Ásdís Inga Haraldsdóttir, BA í miðlun og almannatengslum og býð ég hana velkomna hér á svið. Gjörðu svo vel. Kæru samnemendur, kennarar, starfsfólk og aðrir gestir. Ég heiti Ásdís Inga og það gleður mig að fagna þessum stóra áfanga með ykkur hérna í dag. Eins og svo mörg ykkar hef ég ferðast langa leið. Ekki bara í bókstaflegri merkingu, heldur í gegnum vegferð sem hefur reynt á þolinmæði, útsjónarsemi og hæfileikann til að drekka óhóflega mikið af kaffi á stuttum tíma. Þau sem þekkja mig vita að ég ekki svo fyrsta til að pakka niður í tösku og skella mér út á land til að gista heila helgi með ókunnugu fólki. En sem betur fer
braut ég odd af oflæti mínu og mætti á mína fyrstu staðlóti á Bifröst vorið 2023 og það var byrjunin á einhverju mögnuðu. Þeir sem hafa upplifað það sem ég er að tala vita nákvæmlega hvað ég er að meina. Það er sérstök orka, það er eitthvað í loftinu. Það sem einhvern veginn allir ganga með bifrastarglampann í augunum. Þegar ég lít tilbaka og velti fyrir mér hvað stendur upp úr, koma ákveðnir einstaklingar strax í hugan. Sirri sem kenndi okkur að setja jörð í fætur og sól í bringu, tala skýra og góða íslensku og standa með okkur. Ferðalagið með Eiríki Bergmann allan heim og Húni sem á einhvern ótrúlegan hátt tókst að kenna mér tölfræði, stelpunni sem féll á samræmdu prófunum í stærðfræði. En það sem gerir þessa ferð ógleymanlega eru ekki bara verkefnin og prófin og fyrirlestrarnir, þó að það hafi vissulega sigið verulega í stundum, heldur fólkið. Í gegnum námið hef ég kynnst einstökum einstaklingum, fólki sem ég vona ég fá að rækta sambandi við út ævina. Við höfum staðið saman í gegnum svefnlausa nætur, flókin viðfangsefni og endalausa tímsfundi. Við höfum hvatt hvert annað áfram, hlegið saman, nánast grátið saman og þá sérstaklega kvöldið fyrir missó. Og saman höfum við klárað þetta, en enginn kemst einn á leiðarenda. Við værum fæst hér í dag ef ekki væri fyrir teyminn á bak við okkur. Fólkið sem studd okkur og lyft okkur upp þegar við sjálf sáum ekki lengra en næsta skiladag. Ömmur, afar, foreldrar, makar, vinir og okkar litla þorp sem skarst í leikinn þegar ritgerðin var hálfkláruð og bara 6 tímar í skil. Ég vil nota tækifæri til að þakka mínu þorpi af öllu hjarta. En ekki allir eiga slíkt bakland. Sum ykkar höfðu agnarsmátt þorp, jafnvel ekki neitt. Fyrir ykkur sem þurftu að bera þyngri byrðar á þessari leið, ég vil óska ykkur sérstaklega til hamingju. Kæru útskrifanemar, við erum hér. Við kláruðum þetta. Og við erum tilbúin að takast á við framtíðina með jörð í fætur og sól í bringu. Gleðilega hátíð. Þakkum Ásdísi kærlega fyrir. En þá komið útskrift úr lagadeild. Við byrjum á grunnnáminu og ég bið Bjarna Má Magnússon, deildarforseta lagadeildar, að koma hér upp og útskrifa ásamt rektor og sami háttur hafður á myndatökunni og áður. Gjörið þið svo vel. Ja, góðan daginn. Kæru útskriftanemar, ekki bara í lagadeild, heldur öðrum deildum líka, og ágæta samstarfsfólk, fjölskyldur og vinir. Það er mér sönn ánægja að standa hér í dag og fagna þessum mikilvæga áfanga með ykkur. Útskrift er ekki aðeins lokkafla, heldur einnig upp af nýrra tækifæra. Þið hafið lagt á ykkur mikla vinnu, tileinkað ykkur nýja þekkingu og rækta færni sem mun nýtast ykkur allæfi. Í heimi þar sem upplýsingar streyma hraðar en nokkur sinni fyrr, þar sem staðreyndir og skoðanir renna oft saman, gagnrýnin hugsun mikilvægari en nokkur sinni fyrr. Hún er lykillinn að því að greina kjarnan frá hisminu, að taka upplýstar ákvarðanir og að takast á við flóknar áskoranir framtíðarinnar. Gagnrýnin hugsun er dýrmæt lífsleikni sem hjálpar okkur að spyrja réttu spurningana, efast þegar ástæði til og taka ábyrgð á eigin skoðunum og gjörðum. Þið læriðuð í umhverfi þar sem samræður, rökstuðningur og skapandi hugsun er í hávegum höfð.
Þær dyggðir sem þið hafi mótað við Háskólann Bifröst munu fylgja ykkur út í lífið. Hvort sem leið ykkar liggur í viðskipti, lögfræði eða önnur svið samfélagsins. Þið eru komandi kynslóð leiðtoga, nýsköpunar frumuða og hugsuða. Framtíðin býður ykkar og hún þarfnast ykkar. Það sem skiptir máli er ekki aðeins sú þekking sem þið hafi öðlast, heldur hvernig þið beitið henni. Hafi hugrekki til að standa með eigin sannfæringu, en einnig auðmýkt til að hlusta á aðra og vega með þetta ný sjónarmið. Við sem störfum í háskólasamfélaginum treystum á að þið takið með ykkur þessa hugsjón að rýna heiminn, þróa hann og gera hann betri. Og við höfum fulla trú á ykkur. Ég óska ykkur innan til hamingju með þennan merka áfanga og hlakka til að fylgjast með ykkur blómstra og þeirri vegferð sem að hefjast. Til hamingju. Og nú skulum við byrja á þessu. Og við byrjum á viðskiptalögfræðinni og það er hún Halldóra Anna Púrósits, eða ekki? Jú, rétt hjá mér. Innilega til hamingju. Svo er Hanna-Lísa Hafsteinsdóttir, en hún gat ekki verið með okkur í dag, en við fögnum henni. Og svo er það hún Hrafnhildur Brytte. Einnig til hamingju. Svo er hann Kristófer Daði Kristjánsson, hann er ekki með okkur, en við náttúrulega fögnum honum líka. Svo er það hún Rósa Dögg Ómarsdóttir og hún er nú að fá sérstök verðlaun fyrir námsárangur og hún fær tölvu og ég ætla að afhenda tölvuna. Er þetta hérna? Já, það er bók, fyrst svona og svo kemur þetta einhvers staðar hérna. Já. Innilega hamingjur að þetta. Já. Já. Já, vera, já. Þá er komið að útskrift úr grunnnámi í viðskiptadeild og ég býð Guðrúnu Johnsen, deildarforseta viðskiptadeildar, að koma upp á svið ásamt Margréti Jónsdóttur, Njarðvík rektor. Gjörið svo vel. Kæru útskriftarnemendur, aðstandendur og starfsfólk Háskólans á Bifröst. Það er mér sannur heiður að fá að koma hingað og óska ykkur innilega til hamingju með þennan mikilvæga áfanga í ykkar lífi. Þessi dagur er ekki aðeins vitnisburður ykkar elju og dugnað, heldur einnig þrautseigju, metnað og þekkingarþorsta sem mun þjóna ykkur í framtíðinni. Nám er ferðalag, eins og hér hefur verið nefnt. Ekki aðeins í bókum og verkefnum, heldur í persónulegum þroska, nýjum áskorunum og dýrmætum tengslum. Á Bifröst hafið þið öðlast fræðilega þekkingu en líka færni til að takast á við hin raunverulegu verkefni lífsins, hvort sem er í atvinnulífi, frumkvöðlastarfi eða samfélagslegri þátttöku.
Ég tek undir orðinnar Ásdísar hérna áðan og rifja upp með ykkur orð skáldsins sem sagði maðurinn einn er ein nema hálfur, með öðrum er hann meira en hann sjálfur. Það er nefnilega þannig að það gerir enginn neitt einn og óstuddur. Á meðan að þið lögðuð stund á námið voru einhverjir ykkur nákomnir sem fórnuðu einhverju fyrir ykkur. Sumir þurftu að bíða eftir kósistundum á meðan að pappa og mamma voru að læra eða aðrir vöskuðu upp eða buðu í mat þegar álagið var sem mest. Fjölskyldur ykkar, vinir, kennarar og samstarfsfólk hafa staðið við bakið á okkur, hvatt ykkur áfram og veitt ykkur stuðning. Þess vegna er þessi dagur ekki aðeins ykkar sigur, heldur líka þeirra sem hafa fylgt ykkur í gegnum þetta ferðalag. Og því er vert að minnast á þessum tímamótum og rifja upp og fara með út í framtíðina og auðvitað full sjálfstraust eins og sjálfstraust sem menntunin gefur færir manni, að þá er tími til þess að muna að beita menntuninni í þágu annara, að lyfta öðrum upp, að gefa öðrum heiðurinn, stuðla að samvinnu og góðri líðsheild, hvort sem er á vinnustað eða heima fyrir. Aðeins þannig náum við fram fleiri sigrum og varanlegum árangri. Að því sögðu vil ég bjóða fyrsta kandidatinn til að stíga hér í pontu og fá leið að óska ykkur öllum til hamingju með daginn og áfangan. Og þá er það Ádríus Sakalauskas, hann er að útskrifast með BS-gráðu í viðskiptafræði með áherslu á markaðsfræði. Til hamingju innilega. Björgvin Þór Þórarinsson, hann er að ljúka BS-gráðu í viðskiptafræði með áherslu á markaðsfræði. Til hamingju innilega. Því næst er það Brynjar Örn Sigurðsson sem hefur náð framúrskarandi árangri í sínu námi og lýkur BS-gráðu í viðskiptafræði með áherslu á verkefnastjórn. Ég vil óska honum innilega til hamingju og fá að stilla mér upp með þér og taka mynd. Gjörðu svo vel. Lýkur BS-gráðu í viðskiptafræði með áherslu á markaðsfræði. Hann er ekki hérna staddur en við hugsum hlýtt til hans og óskum til hamingju. Elín Erna Stefánsdóttir lauk líka BS-gráðu í viðskiptafræði með áherslu á markaðsfræði. Hún er ekki heldur stödd hér en við hugsum hlýlega til hennar. Embla Líf Hallsdóttir lauk BS-gráðu með áherslu á verkefnastjórnun og áherslu á markaðsfræði. Innilega til hamingju. Erla Katrín Kjartansdóttir hlýtur hér BS-gráðu í viðskiptafræði með áherslu á fjármálastjórnun og áherslu á markaðsfræði. Innilega til hamingju. Eva Árnadóttir lýkur hér grunndiplómugráðu í viðskiptafræði og verslunarstjórnun. Eyþór Aron Völer lýkur BS-gráðu í viðskiptafræði með áherslu á markaðsfræði í dag. Innilega til hamingju. Fanney Guðrún Sigurþórsdóttir lýkur BS-gráðu í viðskiptafræði með áherslu á markaðsfræði. Til hamingju innilega. Komdu aftur. Guðmundur Andri Ólason lýkur hér BS-gráðu í viðskiptafræði með áherslu á markaðsfræði. Til hamingju innilega. Komdu aftur.
Guðmundur Pétur Ingvarsson lýkur BS-gráðu í viðskiptafræði með áherslu á verkefnastjórnun. Hamingju innilega. Takk hérlega. Komdu aftur. Hlynur Elías Bæringsson lýkur BS-gráðu í viðskiptafræði án áherslu. Hamingju innilega. Komdu aftur til okkar. Jórunn S. Gröndal lýkur BS-gráðu í viðskiptafræði með áherslu á viðskiptagreind. Hamingju innilega. Jórunn Lára Ólafsdóttir lýkur BS-gráðu í viðskiptafræði með áherslu á markaðsfræði. Hamingju innilega. Katrín Eva Pálmadóttir lýkur BS-gráðu í viðskiptafræði með áherslu á viðskiptagreind. Til hamingju innilega. Kristín Ásdís Snorradóttir lýkur BS-gráðu í viðskiptafræði með áherslu á markaðsfræði. Til hamingju Kristín. Matthías Arnar Þorgrímsson lýkur BS-gráðu í viðskiptafræði með áherslu á markaðsfræði og með áherslu á viðskiptagreind. Til hamingju innilega. Nína Björk Gretarsdóttir lýkur BS-gráðu í viðskiptafræði með áherslu á fjármálastjórnun. Til hamingju innilega. Pétur Breki Blöndal Haraldsson lýkur BS-gráðu í viðskiptafræði með áherslu á verkefnastjórnun. Til hamingju innilega. Saga Sigurðardóttir lýkur BS-gráðu í viðskiptafræði með áherslu á verkefnastjórnun. Til hamingju innilega. Scott Snorri Jendó, hann lýkur BS-gráðu í viðskiptafræði en er ekki hérna, svo við hugsum hlýtt til hans. Sigrún Birna Einarsdóttir lýkur BS-gráðu í viðskiptafræði með áherslu á viðskiptagreind og áherslu á þjónustufræði. Til hamingju innilega. Sigrún Ágústa Helgadóttir lýkur BS-gráðu í viðskiptafræði með áherslu á markaðsfræði. Til hamingju innilega. Sveinn Fannar Danielsson lýkur BS-gráðu í viðskiptafræði með áherslu á markaðsfræði. Til hamingju innilega. Og þá er það Ölver Jónsson sem lýkur BS-gráðu í viðskiptafræði með áherslu á verkefnastjórnun. Til hamingju. Þá erum við komin hringinn og stillum okkur hérna upp.
Þá er komið að útskriftaræðu viðskiptadeildar en hana flytur Embla Líf Hallsdóttir og ég ætla að bjóða hana velkomna hérna upp á svið. Gjörðu svo vel, Embla. Sól í bringu og jörð í fætur. Kæri rektor, útskriftarefni, kennarar, starfsfólk og aðrir góði gestir. Gleðilega hátíð, til hamingju. Árið 2010 urðu stóra breytingar í mínu lífi. Pabbi minn flutti á Bifröst til að hefja nám við háskólann, sem þýddi að ég þurfti að byrja að fara á pabbahelgar á Bifröst. En fyrir mér var þetta lítill bær lengst í burtu þar sem ekkert var að gerast. En lítið vissi ég að seinna meir var nóg að vera. Ég eignaðist nýja vini, fékk mína fyrstu vinnu á Hótel Bifröst og inn í lífið mitt kom ný bónusmamma og 3 ný systkini. Því líka lukka sem þetta var. Í minningu var alltaf nóg að vera á Bifröst. Það bjuggu nemendur í hverri einustu íbúð. Það var partí hverja helgi og auðvitað einhverja miðvikudaga líka. En það var skemmtilegast á sumrin. Það var sumahátíð, þar sem börn og fullorðnir kepptu í sápubolta. Það voru hoppukastalar, töframæður, andlitsmálun og punkturinn yfir yfir var brekkusöngun í Svínsbrekku þar sem Árni Jónsson, blessuð sé minning hans, kom og söng með okkur fram eftir kvöldi. En Bifröst kenndi mér að sjá sjálfa mig. Þegar ég var í 9. bekk þá flutti pabbi aftur í bæinn en ég hélt áfram að vinna á hótelinu þar aðra hverja helgi og sumrin var ég aðra hverja viku. Ég þurfti að passa að mæta á rétt tíma í vinnuna og borða og svo framvegis. En eftir að hafa kynnst lífinu á Bifröst var ég ákveðin í því að ég myndi fara í háskólann á Bifröst seinna meir. Eftir menntaskóla var komið að því að ákveða hvort ég færi strax í háskóla eða tæki smá pásu. En ákveðin var sú að taka mig árspásu og fara að vinna, en sú pása endaðist ekki lengi. Því sumarið fann ég nýja námsleið á Bifröst sem ég sá að myndi henta mér einstaklega við. Það hefði margt breyst frá því ég bjó á Bifröst þegar ég var yngri, en ég fann að Bifröstarlandinn lifði enn þrátt fyrir breytingar. Það var tvennt sem var í uppáldi hjá mér í gegnum árin, í gegnum námið. Það voru staðlótur og hópverkefni. Þar sem námið er fjarnám fannst mér frábært tækifæri að fá að hitta kennara og nemendur á staðlótum, í persónu og á Bifröst. Það var margt sem gerði staðlótu sem hefði bara ekki getað gerst í gegnum fjarfund. Ég lærði ótrúlega margt í náminu, en fyrir utan það þá lærði ég líka ótrúlega mikið af nemendunum sjálfum. Hópverkefnin gáfu okkur tækifæri til þess að finna okkar styrkleika og veikleika og hvernig á að vinna í hóp. Við komum öll úr mismunandi áttum, sumir mikla reynslu af vinnumarkaðnum, en sumir okkar bara taka okkur fyrsta skref. En það mætti líka nemendahópinn við konfektkassa. Engin móli er eins og við vitum aldrei hvernig næsti móli er finnum við fáum að kynnast honum aðeins betur. Bifrösta hjartað hefur slegið hjá mér og mun alltaf halda áfram að slá. Takk fyrir mig. Þökkum Emblu Líf kærlega fyrir. En þá er komið að útskrift meistaranema og við byrjum á nemendum félagsvísindadeildar og ég vil biðja Ólínu Kjerúl Þorvarðardóttur að koma aftur hér upp ásamt rektor Margréti Njarðvík og útskrifa meistaranema félagsvísindadeildar. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Og við göngum beint til verks, lengjum ekki ræðuhöldin. Ég útskrifa sem sagt úr meistaranámi 4 úr menningarstjórnun og 2 úr áfallastjórnun. Held ég að ég fari rétt með, eða er það öfugt? Það er öfugt sennilega, 4 ár áfallastjórnun. En ég byrja nú í menningarstjórnun og það er Ásthildur Guðmundsdóttir, MCM gráða í menningarstjórnun. Þá er það Borghildur Ína Sölvadóttir með MCM gráðu í menningarstjórnun en hún er fjarverandi svo við hugsum hlýtt til hennar tilefni dagsins. Þá er það Dagný Björt Jakobsdóttir
Hún er fjarverandi í dag, hún er að útskrifast með MA gráðu í áfallastjórnun og fær auk þess verðlaun fyrir námsárangur og það er Bose heyrnartól sem að henni verður sent vegna þess að hún getur ekki verið með okkur í dag. Við hugsum hlýjar hamingjóskir til hennar. Þá er það Gunnar Ingi Þorsteinsson, MCM gráða í áfallastjórnun. Innilega til hamingju. Kári Erlingsson er að útskrifast með MCM gráðu í áfallastjórnun. Hann gat ekki verið með okkur í dag og við óskum honum til hamingju. Síðust en ekki síst er Vilborg Arna Gissuradóttir með MCM gráðu í áfallastjórnun. Hún gat heldur ekki verið með okkur í dag, þannig að við hljósum hlýtt til hennar. Og þá er það myndataka. Já. Þá er komið að því útskrifa meistaranema úr lagadeild og ég vil biðja Bjarna Má Magnússon ásamt Margréti Jónsdóttur að koma upp á svið og útskrifa. Gjörið svo vel. Fyrst er það Anna María Frímannsdóttir sem er útskrifast með viðbótardiplómagráðu í lögfræði, í fyrirtækjalögfræði. Hún gat ekki verið með okkur í dag, þannig við bara fögnum henni innilega. Benedikt Jón Sigmundsson, hann er hér og hann er útskrifast með MBL-gráðu í viðskiptalögfræði. Hamingju. Og næstur er það Friðjón Björgvin Gunnarsson sem er að útskrifast með ML-gráðu í lögfræði. Og Guðmundur Guðmundsson er útskrifast með MBL-gráðu í viðskiptalögfræði en hann gat ekki verið með okkur. En við erum mjög ánægð fyrir hans hönd. Og næst er það Sigríður Lovísa Tómasdóttir sem er að klára ML-gráðu í lögfræði. Til hamingju. Næstur í röðinni er Viðar Helgi Guðjónsson. Innilega til hamingju. Og hann er líka með hæstu einkunn í meistaranámi í lögfræði. Þannig að hann fær heyrnartól. Bose heyrnartól. Innilega til hamingju. Já. Já, svo.
Þá er komið að útskrift meistaranema viðskiptadeildar og ég vil biðja Guðrúnu Johnson að koma upp á svið ásamt Margréti. Þið eru komnar, gjörið svo vel. Agnes Björg Jónsdóttir er svo fyrsta á listanum með MS-gráðu í forystu og stjórnun með áherslu á verkefnastjórnun. Hún er ekki með okkur í dag. Við hugsum lítið til hennar og fögnum hennar sigur enga sigur. Það var það Anna Tepavčević með MLM-gráðu í forystu og stjórnun með áherslu á verkefnastjórnun. Innilega til hamingju. Ástrós Hákonardóttir lýkur hér MLM-gráðu í forystu og stjórnun með áherslu á mannauðsstjórnun. Til hamingju innilega. Elín Sif Velding Hákonardóttir lýkur MLM-gráðu í forystu og stjórnun með áherslu á mannauðsstjórnun. Til hamingju innilega. Bryndís Jóna Magnúsdóttir lýkur MLM-gráðu í forystustjórnun og með áherslu á verkefnastjórnun. Hún skilaði afburðarárangri í náminu og er því sæmd hér heyrnartólum í viðurkenningarskyni. Til hamingju innilega. Gestur Guðrúnarsson já, auðvitað. Nú er ég að hraða framleiðslunni. Takk. Gestur Guðrúnarsson, hann lýkur hér með MLM-gráðu í forystu og stjórnun með áherslu á mannauðsstjórnun. Gott að vita þér. Gísli Felix Ragnarsson lýkur MLM-gráðu í forystu og stjórnun með áherslu á mannauðsstjórnun. Til hamingju innilega. Guðni Páll Sigurðarsson lýkur MLM-gráðu í forystu og stjórnun með áherslu á verkefnastjórnun. Hann er ekki með okkur, svo við hugsum til hans glöðu bræði. Guðrún Lovísa Ólafsdóttir lýkur MLM-gráðu í forystu og stjórnun með áherslu á mannauðsstjórnun. Innilega til hamingju. Takk fyrir. Gunnur Ír Stefánsdóttir lýkur MLM-gráðu í forystu og stjórnun með áherslu á verkefnastjórnun. Til hamingju Gunnur. Takk fyrir. Hafrún Lilja Jakobsdóttir lýkur MLM-gráðu í dag í forystu og stjórnun með áherslu á mannauðsstjórnun. Hún er fjarstödd, svo við hugsum til hennar hlýlega. Heiða Steinsson lýkur hér með MLM-gráðu í forystu og stjórnun með áherslu á mannauðsstjórnun. Til hamingju Heiða. Innilega. Hildur Franziska Bjarnadóttir lýkur MLM-gráðu í dag í forystu og stjórnun með áherslu á mannauðsstjórnun. Hún er fjarstödd, en við hugsum til hennar líka. Þá er það Hildur Arna Hakansson með MLM-gráðu í forystu og stjórnun með áherslu á verkefnastjórnun. Hrafnhildur Vala Grímsdóttir lýkur MLM-gráðu í forystu og stjórnun með áherslu á mannauðsstjórnun. Hún er fjarstödd en gefum henni lofi lófa. Ísak Viktorsson lýkur MLM-gráðu í dag í forystu og stjórnun með áherslu á mannauðsstjórnun. Til hamingju innilega. Lea Hrund Sigurðardóttir lýkur MLM-gráðu í dag í forystu og stjórnun með áherslu á verkefnastjórnun. Til hamingju innilega.
Linda Björk Pétursdóttir lýkur MLM-gráði í forystu og stjórnun með áherslu á mannauðsstjórnun. Hún er fjarverandi, við skulum gefa henni gott klapp. Lísa Mist Smáradóttir Fjalar lýkur MLM-gráðu í forystu og stjórnun með áherslu á mannauðsstjórnun. Þetta er til hamingju núna. Ragnheiður R. Magnúsdóttir lýkur MS-gráðu í forystu og stjórnun með áherslu á verkefnastjórnun. Til hamingju núna. Saga Sigurðardóttir lýkur MLM-gráðu í forystu og stjórnun með áherslu á mannauðsstjórnun. Til hamingju það fyrir gangið vel. Sif Baldursdóttir lýkur MLM-gráði í forystu og stjórnun með áherslu á verkefnastjórnun. Til hamingju með það gangið vel. Linda Björk Pétursdóttir lýkur MLM-gráði í forystu og stjórnun með áherslu á mannauðsstjórnun. Hún er fjarstödd en við klöppum henni lof í lófa. Sólveig Lára Sigurðardóttir hefur lokið MLM-gráðu í forystu og stjórnun með áherslu á verkefnastjórnun. Hún er líka fjarstödd en klöppum henni lof í lófa. Steinunn Lúðvíksdóttir hefur lokið MLM-gráðu í forystu og stjórnun með áherslu á mannauðsstjórnun. Til hamingju Steinunn. Gangið vel. Svandís Lilja Stefánsdóttir hefur lokið MLM-gráði í forystu og stjórnun með áherslu á mannauðsstjórnun. Til hamingju Svandís Lilja. Tinna Ósk Kristjánsdóttir hefur lokið MLM-gráði í forystu og stjórnun með áherslu á verkefnastjórnun. Hún er líka fjarstödd, við klöppum engu að síður fyrir henni. Og að lokum er það Þórunn Lea Sigurðardóttir sem hefur lokið MMM-gráði í markaðsfræði í dag. Innilega til hamingju. Gangið sem best. Þá komum við hérna í myndatökuna. Innilega til hamingju öllsömul. Ávarp meistaranema kemur úr lagadeild að þessu sinni og það flytur Viðar Helgi Guðjónsson, ML í lögfræði. Má ég biðja þig að koma hér upp? Gjörðu svo vel. Ágæti rektor, kennarar, starfsmenn háskólans, samnemendur, vinir og aðrir gestir. Það er mikill heiður að fá ávarpa ykkur á þessum hátíðisdegi. Lagamenntun hefur verið hluti
að þjóðarsálinni allt frá landnámi. Jón forseti veitti því athygli á sínum tíma að almenn lagamenntun íslensku bændastéttarinnar hafi verið slík á þjóðveldisöld að hver lögréttur maður hafi gengið með lögbók sína undir hendi sér til lögréttu. Var það gert til að sýna fram á að menn höfðu bæði þekkingu á landslögum og hæfi til að túlka lögin ef svo bar til. Því að með lögum skal land vort byggja en eigi með ólögum eyða. Þessi heilræði koma fram í mörgum Íslendingasögum. Á þessum undirstöðum var Ísland okkar numið. Það er því hægt að færa gild rök fyrir því að stjórnarform þjóðveldisins, hins fyrsta íslenska lýðveldis, hafi verið mótað á lítt ræddum en þó mikilvægum grunni lagaþekkingar. Ég nefni þetta sérstaklega vegna þess að lögfræðin hefur verið með hugleikinn í mörg ár. Það var lengi vel persónulegur óskadraumur að læra hana, en það var ekki sjálfgefið að stunda slíkt nám með vinnu og fjölskyldu. Ég vil því þakka Háskólanum á Bifröst sérstaklega fyrir að hafa þetta sveigjanlega nám sitt og gera mér það kleift og öðrum í sömu stöðu að stunda slíkt nám. Ég vil líka þakka samnefndum mínum. Það hefur verið mikill heiður að fá að deila með mörgum ykkar þessari vegferð síðastliðin ár. Í dag heyrum við þó ekki aðeins árangur okkar, heldur líka þann stuðning og þá leiðsögn sem við fengið frá kennurunum okkar, leiðbeinendum, fjölskyldum okkar og vinum. Þið hafi verið okkar hvatning og fyrir það erum við mjög þakklátt. Verði ég að manni og veiti það sá sem vald hefur tíða og þjóða að eitthvað ég megni sem lið má þér ljá, þótt lítið ég hafi að bjóða. Þá legg ég að föngum mitt líf við þitt mál, hvert ljóðstaf, hvert blóðdropa, hjarta og sál. Ég óska nýútskrifuðum enn og aftur til hamingju með árangurinn og þakka fyrir mig. Við þökkum Viðari Helga kærlega fyrir þetta innlegg. En næst mun rektor Háskólans á Bifröst flytja okkur hátíðarræðu dagsins. Gjörðu svo vel, Margrét. Útskriftanemar, deildarforsetar, kennslustýra, rígmontnar og stoltar fjölskyldur útskriftarnema, starfsfólk Háskólans á Bifröst. Í dag gleðjumst við og fögnum sigurvegurum dagsins útskriftarnemendum við Háskólan á Bifröst. Nú hafið þið fengið í hendur ykkar burtfaraskírteini og vitið að þið eru önnur í dag en í gær. Umbreyting hefur átt sér stað sem getur farið með ykkur inn á nýjar lendur. Við erum stödd við upphafið á nýjum kafla í líf ykkar, ef þið svo kjósið. Mig langar að biðja ykkur að staldra við í hljóði í nokkrar sekúndur og rifja upp hvernig ykkur leið þegar þið hófu nám við skólan. Var það sama manneskjan og situr hér í dag? Merkið þið einhverja breytingu aðra en prófskírteinið? Eruð þið í sömu vinnu eða hefur starfsvið ykkar í núverandi starfi breyst? Eitt er víst og það er að gott nám hefur áhrif á það hvernig við hugsum og greinum. Þið getur öll lært utan að og þið getur öll lært ákveðna tækni. Þið þurfið ekki háskóla til þess. Hins vegar gegna háskólar lykilhlutverki í að kenna nemendum að greina milli staðrænda og falsfrétta á tímum upplýsingaóreiðu og samsæriskenninga. Raunar má fullyrða
að fátt sé mikilvægara en upplýsingalæsi á okkar tímum þar sem við þurfum stöðugt að sannreyna þær upplýsingar sem við vinnum með. Eru þær áreiðanlegar? Hvaðan koma þær? Upplýsingaóreiðan sem einkennir samtíma okkar á greiða leið til almennings. Háskólar bera siðferðislega ábyrgð á að miðla réttum upplýsingum til samfélagsins. Það líka hlutverk þeirra að stuðla að opinni og upplýstri umræðu í þjóðfélaginu þar sem stöðugt verið að fikta við það sem satt og rétt, svo ekki sé talað vísindalega sannað. Sjaldan hefur þetta verið jafn mikilvægt og nú á tímum þar sem átökin sannleikann eru löngu komin umfram spennum milli hins vísindalega og hins trúarlega. Þorsteinn frá Hamri, ljóðskáld okkar úr Borgarfirðinum, orti: Hver segir mér söguna réttu? Hver leiðréttir lygar morgundagsins? Í óreiðinu leita ég minnar eigin raddar. Ég vænti þess að héðan farið þið færum að hugsa hluti frá mörgum hliðum, skiptum skoðun, finna nýjar lausnir og læra að beita nýjum aðferðum og hugmyndum við að leysa vandamál. Ég vona einnig að í námi ykkar hafið þið komist að hinum hrollkalda sannleika að nám kennir okkur mest það hversu lítið við vitum, hversu lítið við skiljum og eina svari við fáfræði okkar að velja að lifa áfram í óstöðvandi forvitni. Menntun verður aldrei frá ykkur tekin. Stóra stundin ykkar einnig stund þakklætis. Þó að þið hafi hvert og eitt unnið fyrir prófgráðunni ykkar, nýtt kvöld og helgar, sumafrí og hverja mögulega stund í námið, þá engin manneskja eyland. Að baki ykkar stendur fólkið ykkar sem elskar ykkur og styður, sama fólk og hefur tekið á sig aukna ábyrgð og hliðra til í lífi sínu fyrir ykkur. Því vil ég þakka ykkur öllum sem eru hingað komin, ómetanlegur og óeigingjart stuðningur ykkar í hversdagslífi undanfarinna missera gefur ykkur hlutdeild í sigri dagsins. Í ljóðinu Draumaland þakkar ljóðskáldið okkar, hún Hulda, einmitt fyrir hversdagslegt augnablik, gleði og kyrrðar, en okkur láist oft að taka eftir því. Ég á mér draumaland, þar sem dýrðin ein ræður, þar sem sól skín á bláan tind og svanir syngja í kvöldsins ró. Þið eruð einmitt í lykilstöðu til að byggja upp ykkar draumaland. Þar skipar kyrrð og ró heima fyrir eins og í ljóðinu hér fyrir ofan, vonandi lykilsess. Að þessu sögðu skulum við spá eilítið í þennan hóp sem hér fyrir framan okkur. Meðalaldur ykkar 36,4 ár. Það eru mörg ár full af reynslu og visku. Elsti útskriftarnemandi dagsins í dag verður 57 ára á árinu og þeim fjölgar stöðugt sem bæta við sig einn og einn í prófgráðu. Á sama tíma fjölgar einnig ungu fólki í grunnnámi í skólanum. Yngsti nemandinn sem útskrifast í dag 21 árs gamall. Jafnrétti til náms 4. heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Fjarnám við Háskólann á Bifröst einmitt eitt stærsta jafnréttismál þeirra sem þurfa sveigjanleika en vilja gæði. Útskriftarnemendur dagsins dreifðir landið allt og ég tel hér upp alla staðina sem við snertum í þessari útskrift. Akranes, Akureyri, Borgarnes, Garðabær, Hafnarfjörður, Hvolsvöllur, Ísafjörður, Kópavogur, Mosfellsbær, Reykholt í Borgarfirði, Reykjanesbær, Reykjavík, Selfoss, Seltjarnarnes, Stykkishólmur, Vogar og Þorlákshöfn. Óljóst búsetu tveggja ykkar og leiði að þið líkur að þið búið erlendis. Óhætt að fullyrða
að háskólinn sem þið hófu nám í og háskólinn sem þið útskrifist frá hefur tekið stakkaskiptum. Á vormesseri í fyrra var ákveðið að bjóða okkur fulla ríkisfjármögnun. Það þýðir að við innheimtum ekki lengur skólagjöld. Allt gerðist afar hratt og við runnum blint í sjóinn með það hver aðsóknin yrði í nýjum veruleika. Augljóst að til að dæmi gangi upp til framtíðar þá þurfum við að fjölga nemendum verulega því allar námslínur háskólans á Bifröst eru í lægsta reikniflokki í fjármögnun háskóla. Og þrátt fyrir að reiknilíkanið sé mikið framföll þarf það engu að síður að byggja á raunkostnaði við hvern einasta nemanda. Þá kostur okkar hafa þrengst og nemendafjöldinn hafi nærri því þrefaldast á einu ári, þá ætlum við að halda áfram að bjóða persónulega þjónustu og kennslu, nútímalegan kennslubúnað, forystu í fjarnámi og framúrskarandi þjónustu við nemendur. Námsgráða í Höfn hefur áhrif á hagsæld barna ykkar ef þið eru komið svo langt að eiga börn. Námsgráðan hefur einnig áhrif á möguleika þeirra í framtíðinni. Eitt ljóst, þið eru þar að auki fyrirmyndir fyrir svo marga aðra einstaklinga sem vildu gjarnan vera í ykkar sporum í dag. Við fylgjumst nefnilega öll með fólkinu sem kann að lifa lífinu vel. Við nefnum það ekki upphátt en notum þetta fólk sem áttavita í ólgusjó lífsins oft án þess að vera meðvituð það sjálf. Samvinnuskólinn á Bifröst var stofnaður árið 1918 og staðsettur í Reykjavík fram til ársins 1955. Lengsta var skólinn við Sölvhólsgötu rétt aftan við Arnarhól. Í dag erum við aðallega í skýjunum, en orðið Bifröst þýðir eins og hér hefur komið fram einmitt regnbogi og brú milli heima. Óhætt að segja að háskólinn á Bifröst sé einstakur háskóli að því leyti að hann hefur sífellt lagað sig að menntaþörfum landsmanna, en það einmitt það sem atvinnulífið þarf á að halda. Gott dæmi þá aðlögun okkar að nýjum þörfum ný námslína sem fer í loftið í haust og veitir nám í almannatengslum, fjölmiðlun og stjórn upplýsinga í atvinnulífi á meistarastigi. Oft hefur verið þörf en nú nauðsyn. Við vorum einnig fyrsti háskólinn á Íslandi sem fór á stað með örnám, stuttar námslínur sem upplagt að bæta í hnappagatið eða nota til að sjá hvort áhugi sé fyrir hendi að taka heila námsgráðu. Sömuleiðis höfum við ákveðið að setja mikinn kraft í endurmenntun háskólans á Bifröst næstu misserin, þar sem fólk getur tekið námskeið til eininga, 1 og 1 örnám og fengið sér þjónustu fyrir menntaþarmi fyrirtækja. Sérstæða okkar að allt okkar nám hægt að nema hvenær sem og hvaðan sem Hugmyndin að baki stofnun Bifrastar var að auka menntun út á landi og luku nemendur héðan samvinnuskólaprófi. Síðar færðist skólinn á háskólastig árið 1998 og í dag hægt að taka háskólagátt, BS-nám og meistaragráður í öllum deildum skólans. Viðskiptadeildin orðin álíka stór og viðskiptadeild Háskóla Íslands. Mun fleiri meistaranemar í viðskiptafræði hjá okkur en þar. Raunar meistaranemar við háskólann mun fleiri en grunnnemar. Háskólinn á Bifröst býr að aldarfjórðungsreynslu í stafrænu námi. Við viljum mennta fólk til áhrifa og ábyrgðar hvar sem það býr. Það hápólitískt byggðamál að geta stunda nám í heimabyggð, geta stunda nám meðfram vinnu, að geta sinnt börnum eða veikum foreldrum samhliða námi og að geta stunda nám á íslensku þó að maður búi í útlöndum. Þeir sem hér voru að útskrifast öll vitnisburður að hægt að skipuleggja fjarnám vel og þannig að fólk ljúki námi.
Nú stöndum við frammi fyrir því að gera íslenska háskóla samkeppnishæfari. Fáir mótmæla því einnig í dag að 7 háskólar séu of margir fyrir okkar fámenna land. Með því að sameina nokkra þeirra getum við aukið á samkeppnishæfni íslenskra menntunar á alþjóðagrundvelli, haft fjölbreyttara námsframboð og þar með sterkara vísindasamfélag. Þannig vona ég að okkur auðnist að leiða sameiningarviðræður við Háskólann á Akureyri í mark þannig að til verði næst stærsti háskóli landsins. Þær viðræður standa nú yfir og hafa jafnræði að leiðarljósi. Ætlunin að búa til nýjan háskóla með nýju nafni, með höfuðstöðvar á Akureyri og starfsstöðvar í Borgarfirði og í Reykjavík, ef ekki víðar. Hlutverk háskóla, þar sem við lærum að beita gagnrýninni hugsun, hefur aldrei verið mikilvægara. Heimsmálin eru að þróast í þá átt að við óttumst að sagan endurtaki sig. Hugur okkar kominn á viðvörunastig, svo hátt að við vitum að við höndlum eldgos og óveður, en vitum einnig að herlaust land hefur hugaraflið eitt að vopni. Enn og aftur brýnt að benda á mikilvægi þess að háskólar, gervallt menntastigið, svo ekki sé talað foreldra, axli ábyrgð á því að móta einstaklinga sem verða færir að sigta fréttir, upplýsingar, áróður og orðræðu í gegnum gildi sín. Þá gefum við okkur að við innrætum gildi sem reynast leiðarljós í lífinu, hjálpa okkur að sjá ljósið, vera sátt við erfiðar ákvarðanir og okkur sjálf þegar upp staðið. Alþjóðleg ráðstefna háskóla sem haldin var í Japan í haust hafði einmitt yfirskriftina Gildi háskóla. Akademískt frelsi helsta vörn fræðimanna á tímum þar sem vegið að sannleikanum, menntun og vísindum. Popúlismi og tilhneiging til svokallaðs anti-intellektualisma eða andúð á menningu og menntun hefur svo sannarlega rutt sér til rúms. Því getur háskólasamfélagið einungis svarað með því að birta ritrýndar fræðigreinar, rýndara fólki í sömu grein, þannig að villur séu lágmarkaðar, rökhugsun brýnd og vísindalegt gildi aukið. Þá heilindum vísindanna svo sannarlega ögrað með of mörgum birtingum. Til eru dæmi erlenda fræðimenn sem birta hundruði greina árlega, nokkuð sem á ekki að vera hægt. Hvatakerfi akademíunnar umbunar fjölda birtinga og víða erlendis ræður ríkjum menning sem uppnefnd og ég sletti publish or perish eða birtu greinar annars úti þig. Loks þarf háskólasamfélagið að tryggja að almenningur sem með sköttum sínum greiði fyrir fræðastarfið hafi greiðan aðgang að vísindalegum niðurstöðum og reyni sig ekki í blindni á það að googla. Þið öll sem sitjið hér í dag hafið orðið vitni að því grettistaki sem starfsfólk Háskólans á Bifröst hefur lyft undanfarin ár. Eigið fé Háskólans á Bifröst var neikvætt árin 2012 til 2021. Í dag erum við komin í hóp 2% fyrirmyndafyrirtækja á Íslandi. Við höldum áfram á sömu braut með fjárhagslega heilbrigðan skóla en þurfum að mæta gífurlegri tekjuskerðingu við að falla frá skólagjöldum. Þá hafa gæðamál þurft athygli og alúð en í gæðaúttekt haustið 2022 tóku alþjóðlegir sérfræðingar okkur út og skemmst frá því að segja að útkoman var meira en til fyrirmyndar. Hún var glæsileg. Í dag Háskólinn á Bifröst iðandi og framsækin menntastofnun sem kennir margar námsgreinar sem ekki að finna í öðrum háskólum. Viðskiptadeildin á pari við Háskóla Íslands að stærð, laðar til sín í meistaranám fólk úr öllum fræðigreinum.
Lagadeildin sogar til sín þroskaða einstaklinga í fyrirtækjarekstri sem vilja meistaranám í viðskiptalögfræði. Undanfarin ár höfum við svo tekið upp nýjar námslínur í félagsvísindadeild eins og áfallastjórnun, öryggisfræði og almannavarnir. Áður en fyrstu nemendur höfðu útskrifast úr áfallastjórnun höfðu strax skapast ný störf víðsvegar í þjóðfélaginu. Hinn frægi Bifrastaglampi því ekki kominn til af neinu. Hann einkennir nemendur sem hafa fengið menntun sína hér. Þeir hugsa hlýtt til háskólans og eru gangandi sannindamerki að hér kennum við fræði og framkvæmd með sóma. Nú þegar þið gangið út, kæru útskriftarnemendur, langar mig að biðja ykkur að taka með ykkur 6 heilræði. Í fyrsta lagi biðja ykkur að láta muna ykkur í lífinu. Það getið þið gert með því að vera ábyrgir og ástríkir foreldrar eða börn, verið ábyrgir þjóðfélagsþegnar, sinnt störfum ykkar vel eða stofna fyrirtæki. Velgengni okkar ekkert endilega fólkin í metorðum, heldur einungis því að gera vel allt það sem við tökum okkur fyrir hendur og láta ávallt gott af okkur leiða. Þegar okkur finnst lítið muna okkur ágætt að minnast þess að það munar heldur betur litla moskítaflugu sem lokast inn í sama herbergi og við. Þó að við séum smá í stóra samhenginu, þá getum við öll látið til okkar taka og verið leiðtogar í eigin lífi. Í öðru lagi bið ég ykkur að halda áfram að vera sjúklega forvitin. Menntun lýkur aldrei, hvort sem það verður við háskólan á Bifröst eða annar staðar. Vonandi þið komin á bragðið og velji lífstílinn að lifa í grósku og vexti, bæta stöðugt við ykkur. Þið munu líklega skipta oft starfsvettvang hérni frá og þurfið því að bæta við ykkur menntun hér og þar. Veljið að vera einu skrif á undan, forvitin og fróðleiksfús. Munið svo einnig að líklegast munið þið læra mest af mistökunum sem þið gerið sjálf. Í þriðja lagi bið ég ykkur að halda áfram að sýna það hugrekki sem þið sýndu með því að hefja nám við Háskólann á Bifröst. Oft þen ég brjósti á stolti með morgunkaffinu þegar ég les fréttir velgengni nemenda sem eru útskrifaðir frá okkur. Í fjórða lagi bið ég ykkur að taka því alvarlega að huga nýsköpun. Nota nýfengna menntun ykkar til að þora að útfæra hugmyndirnar sem malla í höfði ykkar. Það í beinu samhengi við það að þora blómstra og gera mistök í lífinu. Ljóst að stofnun fyrirtækis alls ekki einfalt mál, en þegar allt kemur til alls það mun einfaldara en við trúum. Í fimmta lagi að hlúa vel að vörumerkinu Háskólinn á Bifröst. Þetta háskólinn ykkar alma mater, skólinn sem við höfum öll hag af því að tala upp. Þið eru fulltrúar námskráðunnar hvar sem þið farið og ég þess fullviss að þið verði frábæri sendiherrar okkar út í lífinu. Tölum Bifröst upp, skólinn okkar á innistæðu fyrir því og á það skilið. Í sjötta og síðasta lagi þá bið ég ykkur að muna að framtíðin veltur á ykkur og því hvernig þið noti menntunin ykkar. Það ekki nóg að vera með dýrindis fiðlu í hendi, það þarf að ná úr henni tærum tóni. Prófið ykkar getur bæði vaxið og rykfallið. Þið hafið það algjörlega í hendi ykkar. Spilaðu nú að fingrum fram, lifi sem þú vilt lifa og mundu að rækta hamingjuna, vináttuna og kærleikan. Velgengni ekki mæld í starfstitlum eða prófgráðum, heldur því hvernig ykkur tekst að snerta líf annarra, hvernig við öxlum ábyrgð, höfum áhrif og hvernig slóð við skiljum eftir okkur. Hluti af árangri okkar að lyfta öðrum upp, gefa öðrum von og innblástur í heimi sem bæði óráðinn og þar sem ríkir stríðsástand. Ég leyfi mér að ljúka máli mínu hér í dag með því að vitna aftur í búturljóði eftir Þorstein frá Hamri. Hann segir í ljóðinu, hugsum hátt, því hærra en hugur nær getur enginn risið.
Ég þakka áheyrnina og óska ykkur öllum velfarnaðar í framtíðinni. Kæru hátíðargestir, leið og ég segi þessari útskriftarhátíð slitið, vil ég óska nýútskrifuðum stúdentum innilega til hamingju með daginn, þakka ykkur samfylgdina og óska ykkur allsins besta í framtíðinni. Takk fyrir.